Velkomin í hlaðvarpið okkar Biblían á mannamáli. Ég sestur hérna niður með ykkur og með kaffibollan minn og ætlum að spjalla saman og læra meira Biblíuna. Allt okkar líf okkar allra þannig að það svona upp og niður. Það koma bjartir tímar og góðir tímar, það sem allt virðist leika í lyndi og það svona sem við myndum segja var í sumartíð og með fallu og góðu veðri og svo framvegis. Svo kemur þetta tímabil þar sem við erum alltaf að berjast við eitthvað og það eins og við bara fáum ekki gegnum brot, það bara endalaus barátta yfir einhverju hlutum og stundum örvæntum við mörg okkar í slíkum kringumstæðum og okkur líður þannig að það sé bara eins og aftur ef við notum þessu með árstíðirnar eins og bara sé eilífur vetur. Ég bara get ekki fengið neina breytingar í gegn og svo kannski hefur verið að biðja Guð að hjálpa og Biblían er full af alls konar loforðum hans aðstoð og hjálp og stuðning, en það virðist ekki heldur gerast. Þetta er bara endalaus barátta. Og þú fyrir kannski að efast sjálfa þig. Ég er nú ekki nú góð manneskja og ég á ekki skilið að góður hluti gerist fyrir mig. Ég er bara ekki búin að vera nógu góð. Allt þetta fyrir við í gegnum á einn eða annar máta. Í Jósúa, í Biblíunni, Jósúa bók, 21. kafla, 45. vers stendur svona. Ekkert brást af öllum þeim fyrirheitum sem Drottinn hafði veitt samfélagi Ísraelsmanna, þau rættust öll. Guð hafði lofað Ísraelsmönnum einhverju og ekkert af hans fyrirheitum brást, þau rættust öll. Já, þau voru útvalin af Guði og þau voru kölluð og þau voru svo yndislega og einmitt. Biblían, Gamla testamentið og Nýja er ekkert að skafa af hlutunum. Ef við skoðum sögu Ísraelsfólksins, Ísraelsmannanna, að það er ekkert verið að fegra hlutina þar, hvernig þau voru hugsuðu og þau mistök sem þau gerðu. Abraham til dæmis, forfaðirinn, ef við tókum bara forfeðurna fyrir tíma þeirra í Egyptalandi. Abraham átti allt og margar konur. Jakob var hann var eiginlega bara svona legalöpur, hann skrökvaði helling. Esau, hann seldi frumburðarrétt sinn, þar að segja hann var elsti sonurinn og hafði ákveðinn rétt sem slíkur, hann seldi það bara. Bræður Jósef seldu hann til Egyptalands. Allur hópurinn, allt fólkið var síðan 4 aldir, takt eftir 400 ár cirka, í þrældum í Egyptalandi. Veitu, hvar eru loforðin, hvað er í gangi hér? Guð, þú er búin að segja og það er ekkert að gerast. Það er bara allt þveröfugt. En öll fyrirhættir hans rættust, segir Biblían. Og þetta vita Ísraelsmenn og vissu. Ég ætla að hvetja þig og mig og segja, það kann að vera myrkur, það kann að vera erfitt, það kunna vera átök í lífinu. Veturinn er bráðum búinn og sumarið framundan. Þú ferð úr dauðans dimma skuggadal og upp fjallið og upp að tindinn. Sá tími kemur. Treystu Guði fyrir öllu þínu lífi. Við erum að skoða stóru myndina Biblíuna og við þurfum að taka smá tími viðbót. Áður fyrir að skoða og lesa einhverja kafla eða bækur, þá þurfum við aðeins að átta okkur á þessari mynd áfram. Það hjálpar okkur einfallega að skilja út á hvað bækurnar ganga, hvað er verið að skrifa af hverju er verið að skrifa á þennan máta og hinn mátan og svo framvegis. Og ef við rýmum aðeins upp, Guð er með fyrirætlun, frá örófi alda, frá eilíð fortíðar, var hann með áætlun, fyrirætlun sem hann upphugsaði í sínum huga og ákvaða að gera að veruleika. Hann fól eða faldi alla þessa áætluna í Jesú Kristi. Enginn fékk að skyggnast inn í hana eða skilja fyrr en Kristur Jesús kom. Ekki einu sinni englarnir. Þetta var leyndardómur, hann var djúpur og hann var mikill, en Guð vissi hvað hann var að fara af stað með. Þetta er það sem Biblían kennir okkur. Leyndardómurinn, hver var hann? Hver var þessi áætlun? Að sköpunin hans, mannkynið,
myndi fá að lifa og dvelja í kærleikssamfélagi þrenningarinnar, þar sé Guðs. Þinn þríeini Guð, almáttugur skapari himins og jarðar, sem kærleikur, lifir í samfélagi sem engu líkt og hann ákveður að gefa fleirum þáttöku í þessu samfélagi, lifa kærleikurinn gefur og gefur og gefur, svo hann vildi gefa kærleikan áfram. Hann skapar samfélag manna og en ítrekað þegar ég segi manna, það karlar og konur, eins og Vigdís sagði, ítrekað það. Hann skapar mannkynið á jörð í hinni náttúrulegu vídd. Þetta ný vídd, hitt var himneska víddina sem Guð var og englar hans eftir hann skapaði þá, og svo það jarðneska víddin. En það var opið á milli, muniði í aldingarinu metin, þá bara gekk Guð og hans í kvöldsvalanum og þau heyrði í honum, Adam og Eva og svo framvegis. Þannig að þetta var ekkert loka á milli. Þetta bara saman á þeim tímapunkti. Þannig að þá það þannig að Guðs ríki verður ekki aðeins í himneskri vídd, það verður líka til í jarðneskri vídd, náttúrulegri vídd. Til að byrja með var þetta Guðs ríki í náttúrulegu vídd ekki mjög beysið. Það var fljótt að molna undan því, ef svo má orðið komast. Mannkynið nefnilega trúði lygi sem að gaukað að þeim. Lygi sem fól í sér að þau væru ekkert lík Guði, ekki í hans mynd, og þau væru raun og veru aðskilin algjörlega frá Guði. Og við að trúa þessari lygi, þá tekur yfir ákveðið ástand í mannkyninu, í hjarta mannsins, í huga mannsins. Ég kalli þetta sjúkdóm og margir kalla þetta sjúkdóm og það einkenni hans. Það svo við ráðum ekki við ákveðna hluti. Þetta tekur yfir, sjúkdómur oft þannig, þú ræður ekki við hann, getur ekki stýrt honum, getur reynt að halda honum niðri og það gerum við oft. Biblían nefnilega kallar þetta sjúkdóm synd. Og þetta orð sem ég átta mig algjörlega á að mörg okkar, ég þol ekki orðið synd, má ekki neitt, alltaf gera svona, ekki gera svona og svo framvegis. Það smá misskilningur þannig gangi reyndar, að því synd umverulega ekki það að þú mátt ekki reykja, drekka og ekki sofa hjá og allt þetta muniði. Það ekki syndin. Syndin í sjálfu sér ekki vondu verk mannanna. Vond verk mannanna í eigingirni, takt eftir, í eigingirni, í staðinn fyrir kærleika, afleiðing sjúkdómsins. Og hvað merkir orðið synd í Biblíunni? Veistu hvað það þýðir? Að missa marks. Það bókstafleg merking orðsins í grískunni. Að missa marks, að hitt ekki. Og þú missir marks þegar þú veist ekki lengur hver þú ert sem sköpun í Guðs mynd. Þú týndur og tapaður í myrkri, heldur og sért aðskilin frá Guði og kærleika hans, og þú hefur enga svona skilning, eða kannski fjarlægur skilningur, en hann allavega ekki djúpt innra með okkur að, nei, við erum sköpuð í hans mynd, við erum að endurspegla hann, við erum með Guðlega neista innra með okkur, við erum með Guðs neistan í okkur. En vegna þess að lygin til staðar og við trúðum henni, þá hefur mannkynið tapað þessari sýn, og í staðinn fyrir að vera þið sanna sjálf í Guði, þá kemur upp fals sjálf, sem fölsmynd af því hver við erum í raun og veru. Og þarna hefur mannkynið lifað. Og þetta það sem gerðist mjög fljótlega eftir að sköpunin var til. Guð vissi allt þetta. Hann vissi að þetta myndi gerast, hann vissi hvað var að ræða og hann vissi líka leiðina til að tengja þetta aftur saman og laga það. En sem sagt, að missa marks að fara á mis við eðli hans og kærleika. Það sem gerir síðan að Guð kallar Abraham og hann vekur upp nýja þjóð. Nú erum við að fara yfir á mjög hratt yfir þráðin í Gamla testamentinu. Þráðin í Gamla testamentinu. Þetta sagan og þetta tengist allt saman við Nýja testamenti líka. Sköpunin komin, við missum marks og Guð kallar Abraham og vekur upp nýja þjóð. Til hvers? Til að byrja að leiða mannkynið og kalla það aftur til sín. Vekja mannkynið aftur til meðvitundar. Það var tilgangur hans með að búa til þessa þjóð.
Hann gefur Ísraelsþjóðinni meðal annars nokkur sem kallast Tóra, sem eru fyrstu 5 bækur Biblíunnar, 1., 2., 3., 4., 5. Mósebók, eins og við köllum þær. Þessar 5 bækur kallað Tóra. Haldið ykkur, vitið hvað Tóra þýðir? Það dregið af orðinu að hitta í mark. Við missum marks og Guð segir, ég ætla að hjálpa þeim aftur inn á rétta brautir, ég ætla að hjálpa þeim aftur til mín, ég ætla að hjálpa þeim aftur að sjá hver ég í raun og veru, ekki svo mynd sem að mannkynið hefur gert af mér, heldur hver ég og hvernig ég hef skapað mannkynið í minni mynd. Ég ætla að byrja að leiða það aftur til meðvitundur það og þá tekur hann ákvarð það sem aðalsjúkdómurinn okkar að missa marks og hann byrjar að gefa þeim alls konar hluti, hátíðir, tákn og kennslu í safni af bókum sem heitir að hitta í mark. Þetta tilviljun? Auðvitað ekki. Þetta Biblían okkar dásamleg, hún tengir allt saman. Fyrir Ísraelsmönnum var þetta allt nýtt. Þeir voru ekki með neina mynd af því sem var í gangi. Þeir höfðu mist marks alveg svo hinir. Þeir voru á sama báti. En Guð segir, hérna fólk sem ég get byrjað með. Einhvers staðar verði ég að byrja að koma þessu til leiðar. Mundu allan tíman hann með fyrirætlun. Hann vissi nákvæmlega hvað þurfti, vissi nákvæmlega hvað myndi gerast og hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði að gera til þess að laga. Þetta var fyrsta skrefið. Hann kallar það og gefur þeim fjölda hátíða, tákna og kennslu til þess að byrja að leiða þau aftur til skilnings það hver þau eru og ekki síst hver hann Ef við lesum Gamla testamentið, elsku vinur, þá sjáum við strax. Þau voru algjörlega týnd á köflum. Annars lagið kemur rosalega sterk opinberun og þeir sem rita niður, þeir sjá býtur við. Nei, þeir eru að heyra, þeir eru að skynja eitthvað, hvernig Guð og hvernig lífið allt á að vera og hvernig við getum aftur komist á þann stað að við missum ekki alltaf marks og vitum hver við erum og kannast við sjálf okkur sem sköpun Guðs og svo framvegis. En hinn á milli, og ég sagði það áðan, Biblían skefur ekkert af hlutunum, þá bara súpa í gangi. Það bara alls konar dót í gangi og Biblían greinir frá þessu öllu. Ekki taka það sem svo að þarna í öllum hverju einustu versi þarna sé allt nákvæmlega samkvæmt Guðs vilja. Það sko alls ekki. En það sjáu það. Hann nýtir stundum í það. Hann lætur þau heyra það, sem við myndum að segja góður í íslensku. Hann lætur þau heyra það þegar þau eru bara að klúðra ykkur hlutum. Þannig að þetta sagan. Þetta bara ferðalag, þetta andlegt ferðalag, hóps af fólki, þjóðar sem heitir Ísraels þjóð og þeir fara eftir 400 ári í ánuði Egyptalandi, þá taka þeir 40 ári eyðimörk. Þetta var ekki sælda líf á leiðinni til fyrirheitnalandsins. Og jafnvel eftir við voru komin inn þar, héldu þau áfram að klúðra. En þau héldu líka áfram að meðtaka og skilja betur og betur. Þetta ekki svolítið svo þú og ég? Við klúðrum. Ég veit ekki ykkur, allavega ég og fullt öðru fólki við klúðrum. En við lærum. Og þegar við lærum, þá sjáum við. Og þegar við sjáum, þá skiljum við. Og þegar við skiljum, þá breytust við. Og við meðtökum. Þetta svona uppgötunarferli sem við erum í. Við erum öll á þessu verðalagi. Alveg saman hvað þú stattur, það stöðtu kannski, ég held ekki samanlega þetta sé eitthvað andlegt ferðalag, en ég lofa þér því. Þetta þannig ferðalag. Nákvæmlega þannig ferðalag. Ekkert annað. Eitt af því sem Guð segir og gerir og lofar Ísraelsmönnum á þessum tímabili að það muni koma Messías. Messías sem svona hinn smurði, sá sem kemur sem fulltrúi og fulltrúi almættisins, Guðs skaparans. Messías hefur sömu merkingunni í grísku og orði Kristur. Hinn smurði, munið það, Kristur ekki eftirnafn Jesú, hann hét ekki Jesú Kristur eins og Gunnar Jónsson eða eitthvað slíkt. Kristur þýðir bara einfaldlega hinn smurði. Jesús hinn smurði. Og Guð lofar að hann muni koma. Og til hvers átti hann að koma? Hann átti að koma til þess að uppfylla alla þessa hluti sem hann búin að vera að undirbúa og leiða þau inn í, það var bara eitt markmið, að láta áætlun hans opinberast til þess að sýna þér og mér, Ísraelsmönnum, mannkyninu öllu, hver við raun og veru eru og hvernig hann raun og veru er. Hann ætlaði að sýna okkur að í eitt skipti fyrir öll og leyfa okkur
að koma til hans á þeim forsendum en ekki á röngum forsendum með rang hugmyndir. Og þarna erum við stödd. Og þá lesum við í Galatabréfinu. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli. Í fyllingu tímans sem sagt, þegar tími var komin samkvæmt Guðs áætlun, þá sendir Guð son sinn Jesú Krist. Munið það, allur leyndardómurinn, fyrirætlun Guðs var hulinn og falinn í Kristi Jesú. Og nú kemur hann, fæddan af konu og undir lögmáli. Það er að segja undir lögmáli gyðinganna. Munið Tóra og lögmálið, það var mikið þú skalt ekki og þú skalt, boðunum 10 og allt þetta. Og það var til þess að hjálpa mönnum átt að segja á þau, sumt í lífinu er óheilbrigt, ekki kærleika gert og með því að lifa þannig vissur stöðulega margs. Það var tilgangurinn. Jesús fæddist beint inn í þessa kringustæður eins og allir í Ísrael fram að því. Þegar rétti tíminn kom, þá sendir Guð sinn elskaða son frá himnesku víddinni til jarðar og þar mætist í guðlega hinu náttúrulega og hann tekur á sig mannlega mynd. Hann gerist maður og þarna á þess að fara eitthvað undan okkur að þá ætli aðeins að nefna hér. Þarna gerist þetta stórkostlega. Guð vissi nákvæmlega hvað hann þurfti að gera til að sameina Guð og menn aftur, til að gera þetta að einingunni sem hann vildi. Hann gat ekki gert þig og mig að Guði. Hann hafði gefið okkur Guð að neista. Hann hafði gefið okkur myndin af sér. Hann hafði gefið okkur anda sinn innan með okkur svo við gætum átt þetta samfélag við hann. En hann var Guð skaparinn, við vorum það ekki. Við erum skaparar ákveðnum í leitin ekki eins og hann. En hann vissi, ég get gerst maður og þannig sameinað Guð og menn. Og það var tilgangurinn. Og hann fæðir hann í gegnum, ef við getum sagt bara gáttina inn í náttúrulega eins og allir aðrir menn fæðast af konu. Þetta er stórkostlegu sannleikur og ég get alveg sagt ykkur að nú er ég búin að læra trúarbragðafræði og hef skoðað trúarbrögð heimsins bæði stór og smá og það er engin trúarbrögð í heiminum sem jafnast á við kristna trú og þennan boðskap sem ég akkurat að gefa ykkur núna. Þetta finnið þið hvergi, sjáið þið hvergi. Þetta setur þetta algjörlega sér á bát. Jesús fæðist eins og við þekkjum úr sögunni, í borg Davíðs Betlehem og hann fær nafni Jesús. Og Jesús þýðir einfaldlega Guð frelsar. Og Jesús okkar, Guð frelsar, hann myndi í sínu lífi, hann var eða holdtekning alls þess góða sem Guð hafði upp á að bjóða og allt sem Guð hafði gefið og sýnt í náttúrunni, í Ísraelsmönnum, í hátíðunum, allt þetta sem hann var að reyna að tjá og sýna smátt og smátt, það myndi núna birtast í Jesú Kristi. Hann myndi sýna þetta allt. Hann, og hlusti nú, hann myndi algjörlega sýna Guðs ímynd og jörð. Það sem Adam og Eva og mannkynið hafði klikkað og mismarks, þar kom núna Jesús sem nýr Adam, kallar Biblían, hann fyrir mig það betur seinna, og hann myndi endurspegla og sýna mannkyninu hvernig það er að vera í mynd Guðs. Og þú hugsa kannski, ég get þetta, þessi ekki, hvernig, ef við erum í svo góðbygg Guðs mynd, við getum aldrei verið eins og hann. Það er margt sem við höfum til að skoða og læra þegar við förum að lesa. Nú erum við bara að draga upp heildarmyndina, stóru myndina. Jesús, hinn eilífi sonur frá eilíf fortíðar, kom nú til jarðar til að sýna, endurspegla, opinbera, ef að segja það, opinbera, gera sýnilegt Guðs eilífu fyrirætlun. Hann er sá sem Guð hafði lofað. Hann er eins muldi, hann er Kristur, hann er Messias. En af því hann kemur svona takt eftir, hann kemur sem konungur úr hinni víddinni
þar sem Guðsríkið og hann kemur með Guðsríkið inn í jarðnesku vítina. Það sem áður hafði mistekist vegna sjúkdóms og fals sjálf sem að var til vegna sem við trúðum lygi það við varum hvernig Guð var, hann var harður og vondur og hann vildi helst ekki leyfa okkur að vera með, sem var alltaf hans tilgangur, sjáðu. Vegna þess að nú kemur Kristur og inn í jarðnesku vítina sem konungur Guðsríkisins sem skapari heims og jarðar. Þá nötrar heimsveldi Rómverja. Þá nötrar allt. Býtur við nýr konungur, við lútum bara keisaranum. Bara þessi yfirlýsing, hvernig hann talaði, hvað hann framkvæmdi og hvað fólk sagði hann. Því fólk, þeir sem fylgdu honum trúði hann var Messias og hver var Messias í augum gyðinga? Hinn nýji konungur, heims og jarðar. Þetta var boðskapur sem hljómaði núna allt rómverska heimsveldið, ekki síst þannig var náttúrulega við botni Miðjarðarhafsins og það nötraði allt. Svo þeir vildu deyða hann, þeir vildu taka hann af lífi og þeir enduðu með að taka hann af lífi. Þeir enduðu með því, við vitum það, við þekkjum það. Og nú páskarnir framundan, ekki svo langt framundan og þá förum við og minnumst þessari hluta sem gerist á páskam, alveg stórkostlegir hlutir og við reynum kannski að stilla okkar hluti að fjalla aðeins þá þegar okkar þættir komum það leyti. Sjáum til hvernig það stendur af sér. En hann að koma með ríki Guðs, konungsríki heimsins niður á jörð. Og hvernig ætlaði hann að gera þetta? Hann byrjar á því að búa til samfélag fólks. Hann býr til samfélags kvenna og manna, allra þeirra sem vildu vera með honum. Það fyrsti vísirinn. Allt sem hann gerði, allt sem hann sagði, sýndi að það var eitthvað yfirnáttúrulega það sem við kallum yfirnáttúrulegt en kannski bara, eða átt alltaf að vera bara eðlilegasti hlutur í heimi. En fólk stóð á öndinni. Það var agndofa yfir vísdómi hans, innsæi, krafti og kærleika og elsku. Því hann elskaði fólk. Hann endurspeglaði Guð, sonur Guð. Ekki harður, ekki grimmur, ekki vondur og ekki fjarlægur. Það lygin sem við höfum trúað. Það það sem gert að verkum að við missum marks. En þegar við sjáum hver Kristur og hvað hann kom til að gera, þá breytist allt. Þetta nýja samfélag manna og kvenna sem Guð bjóð til, karlmanna, svo það þýr ruglega saman, ég segi menn bæði karl og konu, karlmanna og kvenmanna, sérst fólks, bara allra sem vildu vera þar. Við höfum ekki gleyma einu, bara svo stjóti hérna inn í fyrst við erum að tala þetta, að náttúrulega þessum tíma þá var þetta það sem í dag kallað karlaveldi, náttúrulega mjög algengt og konan höfðu ákveðin sess og karlar höfðu ákveðin sess. Jesús braut það mjög mikið upp því hann gerði konur, hann gerði það mjög sýnilegar og gaf þeim sess sem þar höfðu ekki haft. En Biblían talar mjög mikið þetta oft í karlkyni, margar hluti. Eins og til dæmis með Guð. Guð hvorki karl né kona þó að við notum karl eins og orði yfir hann. Hann hvorki karl né kona. Ef hann eitthvað þá var hann hvortveggja. En hann ekki maður eins og þú og ég. En hann hefur allt þetta karllæga og kvenlæga í sér. Hann bjóð til konuna og karlmannin í sinni mynd. Engin munur. Engin æðra settur, lægra settur, það var aldrei planið. Við, mannkynið, höfum búið til þessa skiptingu. Við höfum búið til stéttaskiptingu. Við höfum gert þetta. Heimskerfin okkar sem byggður á falsjálfi og því að við alltaf að missa marks og reyna að klóra í bakkun og sjá hlutin eins og þeir eru samt ekki, þá verður þetta til að halda skipulagi og reyna að lifa af og svo framvegis. Guð komi allt annað. Hann komi nýja hluti og þeir krossast hann fyrir. Hann ógnaði ríkjandi skipulagi, bæði trúarskipulagi og heimsskipulagi. Hann ógnaði því. Þetta kóngurinn okkar, þetta konungurinn okkar og hann byrjar á svo lítinn máta. Hann byrjar á að kalla 12 manns saman. 12 manns. Það fór stækkandi fljótlega en þannig byrjar hann að byggja Guðsríkið á jörð.
og hann segir Guðsríkið er komið á meðal ykkar, Guðsríkið er innra með ykkur. Það er bæði fyrir utan, þið sjáu það í því sem ég er að segja og gera, og það er fyrir innan. Og til varð hópur sem gekk undir nafninu Ekklesía lengi vel, grískt orð, hvað sé fyrir mig það setna hvað það þýðir, og síðar var það kallað kirkja og fylgjendurnir voru kallaði kristnir. Þetta á sér allt staði ákveðnu tíma frá því þessir atburðir átt sér stað í upphafið í Jerúsalem þegar hann er krossfestur. En svona er þetta byrjað, svona kemur Guðsríkið. Og við ætlum að, þetta er svona myndin, og við ætlum að sjá, ef við þurfum þá kannski förum við aðeins meiri heildarmyndir áður við byrjum að lesa. Við sjáum til með það. En Biblían er óhemju spennandi bók. Jú, þess vegna erum við köllum við Biblían á mannamáli vegna þess að hún er oft til og það er erfitt að fara í gegnum hana. Þegar við erum búin að fara í gegnum þetta og svona sjá myndina út af hvað þetta gengur og hvað er í gangi það sem er, vá, þetta er stórkostlegt. Og nú er ég ekki einu sinni farin að minnast á, þetta er trúararfurinn sem ég er að tala um núna, ég er ekki einu sinni að minnast á allt annað sem hún hefur gefið mannlegu samfélagi í réttlæti, miskunnsemi, heilu lagakerfin, allt úr Biblíunni. Já, mannleg samskipti, kennir okkur, þetta Tóra kennir okkur, það er þessi gamla testamentinu. Og Kristur svo sannarlega varpaði ljósi sín á. Hvað með fyrirgefningu? Hatur og hefnd var ríkjandi þarna á öldunum áður. Kristur kemur algjörlega nýja sýn á það. Hversu oft á ég fyrirgefa, spurðu strákarnir hann, ef einhver brýtur á mér, gegn mér. Er ekki nóg alveg 7 sinnum bara? Er það ekki? Það er nokkuð að gera ofta, svo getið við bara hefnd mín eftir það. Nei, 70 sinnum 7 frekar, sagði Jesús. Hann er byltingakendur. Allans orð og athafnir er svo byltingakend að menn, sumir heillist og dróðust að því, aðrir óttust hann. Þú og ég, við getum skoðað hann í rólegheitunum og leyft honum að leið okkur inn í meira og meira ljós og sjáum betur og betur hver við erum, hvernig við erum sköpuð, til hvers við erum sköpuð, hvernig við getum fengið frið og jafnvægi í lífið, en ekki síður að hann sýnir okkur hver Guð er. Þegar við erum oft með mjög skakka mynd, ég hef oftast ranga mynd af Guði og ég er örugglega ekki einn það. Eitthvað allt hann heldur Kristi kenndi okkur, en hann hjálpar. Jæja, nú ljúkum við þessum þætti hér og við skulum enn og aftur fyrir þau sem geta og vilja, svo byggjum við Faðir voru saman og hittum svo aftur í næsta þætti. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gefum oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.